Hér ætla ég að sýna ykkur hvernig þið vinnið verkefni 15 bókasafn á blaðsíðu 728 í tölvunotkun. Við erum að vinna með stigskipta númeringu, multilevel list. Við byrjum á að breyta spássíum, ég er búin að því og ég er búin að setja síðu haus og síðu fót á skjalið í 10 punkta letri. Ég ætla að merkja fyrirsögnina bókasafn með heading 1. Ég ætla að breyta letrinu á almenningsbókasafnum og setja small caps eða litla hástafi. Þá er það komið hér. Næst þarf ég að afmarka textan eða ljóma textan sem á að vera í þrepaskiptunúmeringunni. Þá tek ég allan textan hér, ekki fyrirsögn á bókasafn, tek allan textan hér og fer hér í multilevel list, hérna uppi á homeflipa. Og við ætlum að velja þetta útlit hér. Sjáu það hérna. Við ætlum að breyta útlitinu á eftir, breyta útlitinu á fyrstu þrepunum, þannig að við byrjum á að velja hérna útlitið, veljum útlitið og þá sjáum við að það kemur hérna svíi fyrir aftan og við ætlum að breyta þessu. Þá farið þið aftur hér í multilevel list, í öruna niður og define new multilevel list. Og hér er fyrsta þrep, við ætlum að breyta sviganum í punkt. Passið ykkur að eyða ekki út tölustafnum einum því að þá uppfærist ekki númerin og við ætlum að fara í set for all levels og við ætlum að breyta þessu í 0,6 sem sagt er staðsetningin á fyrsta þrepi við vinstri spássíðuna sem sagt 0 og fyrir fyrsta indráttur að fyrsta þrepi er 0,6 og á hverju þrepi eftir það líka 0,6. Síðan förum við hérna í þrep 2 sem er A og við ætlum að breyta því í stórt A. Þá veljið það hér og þá ekki að vera svíi, þetta er bara bókstafurinn, þannig að þið strokið út svigan. Þriðja þrep eru rómverski stafir. Við ætlum að velja bókstafi, litla bókstafi með sviga, kemur það hér og síðan er fjórða þrep og þar ætlum að hafa áherslu merki, þannig að við förum hér og veljum hérna svolítið neðarlega bullet hérna og það er bara áherslu merki, hvorki svíginni punktur og þið segið OK. Og nú breytist fyrsta þrep það með punkti til að færa okkur innar og setjum við í blokk afmörkun textan hér og þið smellið á increase list level. Ef þið ítið á tablykilinn þá hverfur textin. Þetta er annað þrep, síðan kemur þriðja þrep og þá smellið tvisvar á increase list level og F hérna gerir svona fyrir hvert þrep fyrir sig og síðan koma áherslumerkin alveg hérna niður að ævisögum og þá er það annað þrep, þriðja þrep, fjórða þrep og þannig vinnið þið ykkur niður listan og ef þið smellið of oft hér á increase indent að þá farið tilbaka í decrease indent þá færist hann til hliðar. Fræðslubæklingar eru hér, getur þið sett hérna í blokk diskar og hljóðrit, klára þetta verkefni hérna, kemur hér hljómplötur og snældur og svo landakort og tímarit increase indent
og þá sjáum við, ef við skoðum í prentskoðun, að þá lítur skjalið svona út. Hér var komin haus og fótur og stigskiptanúmeringin lítur svona út eins og í bókinni.